Kæra fjölskylda og aðrir viðstaddir, við kveðjum í dag hana Karolínu Rut Valdimarsdóttur og ég votta ykkur öllum innilega samúð. Við kveðjum Karolínu með þakklæti og mikilli virðingu og við skulum þakka fyrir það sem hún gaf ykkur með sínu lífi. Við skulum signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Almáttugur eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Lít í náð til okkar og heyr bænir okkar við í sorg og söknuði áköllum þig og hjálpaðu okkur með huggun þíns heilaga orðs fyrir hinn krossfesta og uppreisna son þinn Jesú Krist, drottinn vorn og frelsara. Við biðjum í nafni hans. Amen.
Svo ritar postulinn: Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar okkur í sérhverri þrenging vorri, svo að við getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra með þeirri huggun sem við höfum sjálf af Guði hlotið. Því að eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig hljótum við og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Amen. Minn hýrðir, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafns síns, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú byr mér bort, frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér, að hæfi daga mína, og í húsi drottins bý ég langa ævi. Drottin minn hyrðir, mig mun ekkert bresta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafns síns, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú byr mér bort, frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér, alla ævi daga mína, og í húsi drottins bý ég langa ævi. Drottin minn hyrðir, mig mun ekkert bresta. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir: Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stiginn niður af himni, ekki til þess að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu
af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Kæru ástvinir Karolínu, nú hafði sá hátturinn á að áður en að minningarorð vera lesin, að þá mun hún Laufey, barnabarn, fara með ljóð eftir ömmu sína og eins eftir minningarorð annað ljóð sem að hún mun þá kynna sjálf. Var sem sagt tvisvar sinnum fjallkona og núna ætla ég að lesa ljóðið sem hún samdi þegar hún var aðeins fjallkona fyrir Borgarnes. Úr Borgarnes á björtum degi, flaktandi fánum ríkt, speglast þín mynd í ljómandi legi sem logandi silfrið hvítt.
Kirkjan mót háum himni, helg yfir staðnum rís, skínandan víðum vegi sem vorsins heilla dís. Skarðseið og Hafnarfjall hnýta, héraði traustan vörð, hvítir jöklar til lands upp að líta, slá ljóma á Borgarfjörð. Sveita prýði sögð vera byggðin, sögu fræga hún menn hefur átt, látum aldrei brenna út kveikin, aukum heldur styrk hans og mátt. Vinnum saman með sigrandi anda, svo sópi af hverri stétt, beinum orku huga og handa, saman öll þá mun verkið létt. Gefi Guð okkur gæfu og hristi, gleði sanna hann leggi í mund, þá mun létt að leysa hvern vanda, lífið brosa sérhverja stund. Borgarnes bærinn minn kæri, hefur blómgast í heila öld, þér heilla og hamingjósk færi, verður hróður og gæfan margföld. Vaxi þér styrkir stofnar, í störfum hinn komandi dags, sem leggi fram ást sín og æru, verði efling síns byggðarlags. Að vera gæfu í brjósti til þess, að búa að landi og þjóð, við eigum að biðja af öllu hjarta, að höndlum þann dýra sjóð. Íslenska lýðveldið aldrei mun falla, ef öll því vinnum að dyggð, heyrum við ekki á hjart okkar kalla, hljóm þinn íslenska byggð. Þetta var fallegt. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Þessi orð Jesú minna okkur á þá von sem að kristin trú gefur okkur þegar við stöndum frammi fyrir missi og söknuði. Og þó svo dauðinn skilji okkur frá þeim sem okkur þykir vænt þá eyðir hann ekki þeim kærleika, þeim minningum og þeim áhrifum sem að ástvinur okkar skildi eftir með sínu lífi. Þvert á móti þá verða minningarnar oft enn dýrmætari þegar við lítum tilbaka og rifjum upp allar samverustundirnar, öll skemmtilegu orðin og setningarnar, allar hlýjuna og allar þær litlu stundir sem gerðu lífið einstakt og sérstakt. Karólína Rut Valdimarsdóttir, alltaf kölluð Kaja, var fædd 12. febrúar 1936 og var ættuð vestan að Skjaldartröð á Hellnum á Snæfellsnesi. Hún var skarpgreind og glæsileg með sitt svarta hár, skjanna hvítu tennur og dillandi hlátur sem að þið öll væntanlega þekktuð og heyrið núna ef þið hlustið vel. Hún fór alls ekki í manngreinar álit. Hún talaði aldrei niður til barna eða annara eins og var oft gert svona í þá daga og líklega hefur hún fæðst á rangri öld því að margt sem að hún sagði og var talin frá sinna á sínum tíma þykir bara eðlilegt í dag. Hún var kannski á undan sinni framtíð, ef maður orðið komast. Foreldrar hennar voru Tryggvi Valdimar Kristófersson, fæddur 7. október 1903 og hann lést 27. ágúst 1969 og Guðmunda Kristín Júlíusdóttir, fædd 10. maí 1907 en hún lést 12. febrúar 1995. Þau áttu saman 6 börn, Kristín, Erla, Valgerður Guðrún, Hjörtur Kristvin, Karólína Rut, Kristófer og Sæbjörn. Karólína giftist eiginmanni sínum Reyni Ásberg Níelsinni árið 1955. Þau eignuðu saman 6 börn,
Leiðir þeirra skildu og síðari sambýlismaður Karólínu var Lýður Sveinbjörnsson og hann var fæddur 1. maí 1940 en lést 27. september 2018. Börn Kæju og Reynis eru: fyrstur er Kristján Ásberg Reynisson, hann er fæddur 28. febrúar 1955 og eiginkona hans er Jakobíne Annike Reynisson, fædd 25. júní 1966 og börn Jakobíne eru 2 og barnabörnin 5. Og næst er Þórdís Mjöll Reynisdóttir, fædd 27. desember 1960 og núverandi sambýlismaður hennar er Gísli Jakob Jósefsson, fæddur 7. október 1960. Fyrrum sambýlismaður Þórdísar er Jómundur Ólason, fæddur 18. ágúst 59 og þau eiga saman 3 börn og 7 barnabörn. Og næst í röðinni er Kristín Guðmunda Björk Reynisdóttir, fædd 20. apríl 1962 og eiginmaður hennar er Kristóbert Óli Heiðarsson og hann er fæddur 31. mars 58. Og börn þeirra eru 4 og barnabörnin 6. Því næst er Sigurlaug Reynisdóttir en hún var fædd 7. júní 1964 en hún lést þann 12. apríl 2008, aðeins 43 ára gömul. Og barnsfaðir Sigurlaugar er Guðmundur Jón Sigurðsson, fæddur 17. desember 1962 og þau eiga saman eina dóttur og 3 barnabörn. Og eftirlifandi eiginmaður Sigurlaugar er Sturla Gunnar Eðvarsson og hann er fæddur 16. október 64 og þau eiga saman eina dóttur og 2 barnabörn. Og næstur í röðinni er Þorleifur Jóhannes Ásberg Reynisson og hann er fæddur 29. september 1971. Eiginkona hans er Guðbjörg Hjaltadóttir og hún er fædd 16. maí 74. Börn þeirra eru 2 og barnabörnin 4. Og yngstur í röðinni er Karl Lúðvík Ásberg Reynisson, hann er fæddur 1. nóvember 75 og eiginkona hans er Aina Íren Rören Ásberg og hún er fædd 28. ágúst 73. Og þau eru búsett í Noregi og eiga 2 dætur. Í dag þá komum við saman til að minnast Karólínu Rutar Valdimarsdóttur og þakka fyrir þá miklu gjöf sem að líf hennar var ykkur öllum. Hvert ykkar ber með sér sínar eigin minningar og sínar eigin sögur hana Karólínu og sumar minningarnar vekja upp bros og aðrar kannski tár en allar eiga þær sinn stað í þeirri mynd sem við geymum í hjarta okkar. Við skulum því staldra við, minnast með þakklæti og leyfa minningunum að leiða okkur í gegnum það sem við höfum mist og leið minna okkur á það sem við fengum að eiga. Það er ekki sjálfgefið. Kæra fjölskylda og vinir og aðrir sem hér eru saman komin, eins og þið vitið þá var Karólína kölluð Kæja og það er erfitt að finna orð sem ná utan manneskju eins og þessa flottu konu. Því hún var ekki bara einhvern veginn, hún var bara eins og hún var. Hún var bara Kæja fyrir ykkur öllum. Hún hafði svo sterkan persónuleika og svo mikla lífsgleði og svo sérstakt lag á því að setja svip sinn á allt og alla sem hún umgekkst. Kæja var ættuð að vestan frá Skjaldartröð á Hellnum og bar með sér ákveðinn styrk og karakter, enda alin upp við jökulinn sinn. Hún hafði einfaldlega sínar eigin skoðanir
og var óhrædd við að fara sínar eigin leiðir. Kaja var dugnaðarforkur. Hún var vön að taka til hendinni, hvort sem að það var heima við eða í vinnu hjá öðrum. Og ef leitað var til hennar, reyndi hún eftir fremsta megni að hjálpa. Hún var bóngóð og þannig manneskja sem maður vissi að hægt var að treysta á. Hún hafði einstakt lag á því að skapa fallega hluti. Hún var mikil handavinnukona, saumaði föt á sjálfa sig og börnin sín, saumaði út og prjónaði allt fram á síðustu ár. Henni þótti sérstaklega gaman að eiga eitthvað sem engin annar átti eins. Og barnabörnin hennar fengu að njóta þessa hæfileika hennar, meðal annars í útsaumuðum vöggusettum sem amma hafði lagt á sig til að búa til fyrir þau. Og þetta eru ómetanlegar eigur í dag. Og Kaja kunni sko sannarlega að njóta fallegra hluta. Hún var mikil hattakona, hafði gaman að bókum og fallegum munum og hafði yndi af því að vera fín og snyrtileg. Hún var svolítill safnari og gat sannarlega kunnað að meta það sem var fallegt. Þegar hún keypti sér eitthvað sem henni þótti sérstaklega fallegt, þá gat hún réttlætt kaupið með því að þetta væri nú bara peningarnir sem hún eyddi ekki í áfengi. En unga fólki kalla þetta girl math í dag. Þetta var svolítið Kaja. Skýr og hennar mati var þetta bara svona. Og svo var það maturinn. Kaja var með eindæmum gestrisinn og hafði mikla ánægju af því að elda fyrir aðra. Hún naut þess að undirbúa mat og degra við gesti sína og sjá til þess að enginn færi svangur heim. Í höndum hennar gat hversdagslegur matur orðið að veislumat og það gerði enginn eins góðar pítur og Kaja. Finnið ekki bragðið ef við hugsið út í þetta. Hakk og spagetti var það lostæti og svo má auðvitað ekki gleyma rjómatertunum, perutertunum og smákökunum. Og maturinn hennar var ekki bara matur. Hann var hluti af hennar leið til að sýna fólki kærleika. En Kaja tók bílprófið þegar hún var komin aðeins yfir fertugt. Og þar kom strax í ljós einn af hennar stærstu veikleikum. Hún var einfaldlega of tillitssöm. Það er hægt. Hún var svo upptekin af því að hugsa hina ökumennina að hún gleymdi stundum sjálfur sér. Hún fylgdist með í baksýnisspeglinum og hugsaði hvernig hinum liði og vildi helst ekki trufla neinn. Passar þetta? Að lokum fékk hún þau ráð að hætta að hugsa svona mikið alla hina, hunsa flaut og vera bara aðeins frekari. Og þetta virkaði. Og kannski má segja að það hefur verið ágætis lýsing á Kaju almennt. Hún hugsaði svo mikið aðra að stundum þurfti að minna hana á að hún mætti kannski hugsa aðeins sjálfan sig. En Kaja var líka ljóðskáld eins og við heyrðum hérna áðan. Hún hafði einstakt lag á því að semja ljóð og eftir hana liggja ófá ljóð. Hún var tvívegis beðin að vera fjallkona, bæði í Borgarnesi og á Snæfellsnesi, en Kaja ætlaði nú ekki að standa upp og flytja ljóð eftir einhvern löngu dauðan kall, eins og segir í laginu. Alltaf leið. Hún samdi sín eigin ljóð og flutti þau sjálf. Og þetta lýsir henni ákaflega vel. Hún hafði sínar eigin hugmyndir, sína eigin rödd og fór sínar eigin leiðir. Og ég vil segja við barnabörnin, takið þetta veganesti út í lífið. Standið með sjálfum ykkur. Hún var alla tíð stolt af þeim heiðri að vera valin fjallkona.
Og Kaja var líka dans- og söngelsk. Hún söng í kirkjukórum árabil og tónlistin var hluti af hennar lífi. Hún söng líka heima og hafði gaman af því að gleðjast með tónlistinni. Og svo var það hláturinn hennar Kaju. Þessi einstaki, dillandi og smitandi hlátur sem maður gleymir ekki. Hann var svo innilegur og fallegur að það var næstum ómögulegt annað en að brosa með henni. Kaja var líka einstaklega trúgjörn. Það var hægt að segja henni ótrúlegustu hluti og hún trúði þeim bara. Það var endalaust hægt að fíflast í henni, en hún tók því ekki illa. Þvert á móti var þessi trúgirni hluti af hennar fallega og saklausa eðli. Það gera smá hlé. Hún trúði á það góða í fólki og það er eiginleiki sem verður sífellt dýrmætari eftir því sem árin líða. En kannski kemur Kaja hvergi skýrar fram en í sambandinu sem hún átti við barnabörnin sín. Hún var afskaplega barngóð. Hún vildi vera með þeim, ekki bara fylgjast með þeim. Hún lék við þau, hló með þeim og tók þátt í ævintýrum þeirra. Hún gat verið komin hátt á áttræðisaldur en lét samt plata sig á hoppubelg. Tekið þátt í allskyns vitleysu og hlegið eins og barn með börnunum. Og þetta skuluð þið þakka fyrir, krakkar. Hún fór með þeim í bústað, pantaði pitsu, mætti á íþróttamót og gat meira að segja verið mætt inn í klefa hjá strákunum í liðinu til að gefa þeim high five. Hún var ekki amma sem sat til hliðar og fylgdist með. Hún vildi vera með krökkunum. Heima hjá ömmu Kaju var líka sérstakur staður. Þar mátti maður vera nákvæmlega eins og maður var. Og þar var leyfilegt að borða það sem maður vildi. Og helst aðeins meira en maður réði við. Það vilja allir eiga svona ömmu. Þar mátti skoða alla fallegu munina og myndirnar og hlusta á ömmu segja sögur. Og það var alltaf eitthvað að gerast. Þegar farið var með ömmu í búðina var það ákveðið ferli. Fyrst þurfti að finna varalitinn, svo lyklana, svo veskið og svo skóna. Og þegar að loksins var komið út, voru leðurhanskarnir settir upp, bíllinn settur í dræf og svo ekið á stað. Hægt og örugglega, með tillitssemi við hvern einasta ökumann sem mögulega hefði getað átt leið svæðið. Og þegar í búðina var komið, þá mátti bara velja. Hvað viltu með bíómyndinni? Hvað viltu í kvöldmatinn? Hvað viltu í morgunmatinn? Hvað viltu þegar þú vilt eitthvað? Vá, hvað eru heppin með ömmu, krakkar. Þannig sýndi Kaja ást sína með því að gefa, með því að vera til staðar og með því að segja að þú mátt bara velja. Barnabörnin hennar lýsa því svo fallega hvernig amma þeirra var ekki bara amma heldur vinkona. Hún var manneskja sem hægt var að sitja með tímunum saman og tala um allt og ekkert. Hægt var að hlæja með henni, gráta með henni og einfaldlega bara þegja með henni. Þó það síðastnefnda hafi kannski ekki verið algengast, enda hafði Kaja alltaf eitthvað að segja. Og sérstaklega dýrmætt er sambandi sem hún átti við hana Svövu Rún. Þegar dóttir Kaju og móðir Svövu kvaddi allt of snemma, urðu þær enn nánari. Þær deildu sorginni og leituðu til hvor annarar og fundu huggun í sameiginlegum minningum. Þær áttu hvor aðra þegar lífið var hvað erfiðast. Og það er ofboðslega mikil gjöf að finna
slíka samstöðu í sorginni. Og kannski er það eitt af því dýrmætasta sem Svavarún tekur með sér frá ömmu sinni, eru allar þessar stundir, samtölin, hláturinn og öll hlýjan. Og það er svo lýsandi fyrir Kæju að síðustu orðin sem hún sagði við eitt barnabarni sitt voru svona: þú ert alltaf svo sæt og falleg. Og þessi orð segja svo margt. Kæja var manneskja sem að tók eftir fólki. Hún sá fólk. Og við þráum öll að vera séð. Hún hafði þennan eiginleika. Hún vildi segja fólki ef henni fannst það fallegt, ef henni fannst það vel klætt, eða ef henni fannst það standa sig vel. Hún hélt góðum orðum ekki fyrir sjálfan sig, heldur gaf þau frá sér. Og þetta er falleg arfleið, að hafa látið fólk vita að maður sá það, að það skipti máli, að það væri fallegt, að það væri gott. Fyrir 3 árum þá var Kæja fyrir því óláni að mjaðmabrotna og eftir það þá notaðist hún við hjólastól. En hún lét það nú ekki stoppa sig. Hún hélt áfram að taka þátt í lífinu og var jafnvel til í smá hjólastólaralli ef þannig lá á henni. Síðustu árin reyndu svo á þegar Alzheimer sjúkdómurinn fór að ágerast og margt breyttist. En jafnvel þá er það minningin hennar ró, gleði og hlýju sem stendur upp úr. Hún var oftast kát, tilbúin að spjalla og tilbúin til þess að taka á móti sínu fólki. Fjölskyldan á afskaplega góðar minningar undir það síðasta, þegar umræðuefni skorti eða Kæja fylgdi ekki eftir því sem rætt var þá var hægt að ná samband við hana með söngnum, með því að spila lög og syngja. Þá kom fallega brosið hennar og hún byrjaði að syngja með. Og segir Þorleifur, sonur hennar, að þegar hann fór kannski aðeins fram úr sér og hoppaði yfir kafla, þá var hún fljót að stoppa hann af og segja að þetta væri næsta vers. Sem sagt, ekki hægt að halda uppi kannski heilstæðum samræðum, en texta og lög var hún með á hreinu og söng eins og herforingi. Og kannski er það einn stærsta gjöfin sem hún skildi eftir, að þrátt fyrir allt sem lífið lagði á hana, þá hélt hún áfram að vera hún sjálf. Kona sem vildi lifa, kona sem vildi hlæja og kona sem vildi vera með fólkinu sínu. Og þegar horft er yfir ævi Kæju er auðvelt að sjá hversu mikið hún gaf af sér. Hún gaf með höndunum þegar hún saumaði og prjónaði. Hún gaf með matnum sínum þegar hún bauð fólki til sín. Hún gaf með röddinni þegar hún söng og flutti ljóðin sín. Hún gaf með sínum dillandi hlátri. Hún gaf með góðu orðunum og hún gaf af tíma sínum og af nærveru sinni. Og hún gaf barnabörnunum sínum þá dýrmætu gjöf að fá að vera börn í návist ömmu sem vildi bara vera barn með þeim. Og þetta er kannski það fallegasta sem nokkur manneskja getur skilið eftir sig. Að hafa gert líf annara örlítið hlýrra, bjartara, skemmtilegra og betra með því að vera bara einfaldlega maður sjálfur. Að vera bara Kæja. Kæja var litrík að innan sem utan. Hún var skarpgreind, hlý, sterk, glæsileg, hjálpsöm, smá trúgjörn, stundum frek þegar þess þurfti, en alltaf með húmorinn og hláturinn sér við hlið. En umfram allt var hún manneskja sem lét fólki í kringum sig finna að það skipti máli. Og þess vegna verður hennar sárt saknað. En við megum líka leyfa okkur að brosa þegar við hugsum hana. Við megum muna eftir leðurhönskunum, hæga akstrinum, höttunum, fallegu fötunum, pítunum, tertunum, ljóðunum, kirkjusöngnum, hoppibelgnum krakkar,
hjólastólarallíinu og öllum þeim stundum þegar hægt var að plata hana út í einhverja vitleysu. En það hafa borist kveðjur, kær kveðja frá íbúum og starfsfólki Hrafnistu Hraunvangi. Blessuð sé minning Karólínu sem að öllum þótti svo væntum og sérstaka kveðjur frá okkur til fjölskyldu hennar með þakklæti fyrir dýrmæta stundir. Og aðstandendur þakka auðsýnda samúð og vinarhug og bjóða viðstöddum að þiggja veitingar hérna að Garðaholti strax að lokinni athöfn. Og þannig verður hátturinn á sökum veðurs að þá verður kistan borin fram í anddyri og þar getið þið, kæru vinir, syngt yfir kistuna og svo hittast allir upp í Garðaholti. Kæra Kaja, þú fórst þínar eigin leiðir og settir þinn lit á heiminn. Þú skildir eftir þig ótal minningar og enn fleiri bros. Fjölskyldan mun sakna þín, en þau munu líka hlæja þegar þau hugsa þig. Og þannig held ég að þú hefur helst viljað að þau myndu minnast þín. Með hlýju í hjarta, bros á vör og þakklæti fyrir það eitt að hafa átt þig að. Farðu í friði, kæra Kaja, og takk fyrir allt. Blessuð sé minning Karólínu Rutar Valdimarsdóttur. Og nú ætlar hún Laufey, barnabarn, að enda þessi minningar orð á að lesa ljóðið Snæfellsjökull eftir ömmu sína. Ég skal bara halda þessu. Þú átt ást mína alla og þrá, því úthafsbáran kissir, Snæfellsnes vestra það líta má, ljómandi sveinin og ef að þú vissir, hvað bandið sterkt sem bindur mig við byggðina kæru og þig. Jökullin ljós móti loftsins brún, lokkandi fagur á nóttu sem degi, græn við hans rætur gróa tún, gullfögur ströndin speglast í legi, í brjóstinu finn ég brennandi gleði, birtu í hjarta og geði. Mér finnst sem moldin mig hafi fælt, svo mjög líka djúpt það rætur, áttinar 200 ár mín ætt, það óðal sem hjartað mitt grætur. Skjaldardröð rís móti himninum hátt, með hafið í sólarátt. Fuglarnir sungu í klettunum kátt, þá komu þeir oftast á vorin. Æskustöðvarnar eiga þann mátt að aldrei grær yfir sporin. Blómskrýtar lundir, brekkur og mór, þar bernskunar slitnuðu skór. Öldurnar freyðandi upp að strönd, æddu með hvíta falda, úti við hafsbrún eygði ég lönd sem æskudraumarnir valda. Þar sá ég borgir með blikkandi ljós, björt var mín vonana rós. Þá flóinu sléttur og fjöllin hrein, með fellið við jökulinn hvíta, það sem smyrst á mannleg mein, að meiga þig augum líta. Hamrana bröttu og hraunsins myndir, heillandi bergvastlindir. Oft finn ég hjartað mitt hrópa á þig, heima byggðin mín fögur. Þú átt eitthvað ósagt við mig sem ei verður skráð í sögur. Hafið þér bergmálar hjartslátt minn, hljótt læðist tár kinn. Á kvöldin ég horfi oft heim yfir hafið, þá hafgólan vanga minn strýkur. Þig hef ég alltaf elskað og þráð, já þig sem engum ert líkur. Sólgullin koll þinn í kvöldróðans glóð, þú ert kóngur, ég flyt þér ljóð. Til
sælu sumrin löng, með sælu sumrin löng. Þar hangar blóma breiða við blíðan fugla söng. Þar hangar blóma breiða, þar hangar blóma breiða við blíðan fugla söng. Þar aðeins yndi fann ég, þar aðeins við mig kann ég, þar batt mig treðaband, þar batt mig treðaband. Því þar allt sem ann ég, þar mitt draumaland. Því þar allt sem ann ég, því þar allt sem ann ég, þar mitt draumaland. Við skulum biðja saman. Góði Guð, Faðir okkar á himnum, þú sem að gefur lífið og hefur dauðan á valdi þínu. Drottinn, þú ert með okkur öllum stundum og engum nær en þeim sem að syrgja. Umvefðu Karólínu Rut sem að horfin er frá okkur og slepptu ekki hendi þinni af henni. Öll erum við í þinni hendi og þú hefur lofað því að ekkert geti gert okkur viðskila við kærleika þinn. Við þökkum fyrir tímann sem að Karólína Rut fékk með ástvinum sínum og allar dýrmætu minningarnar. Við biðjum þig að blessa þær. Ég bið þig að blessa fjölskyldu og ástvini hennar alla og sendu engla þína góði Guð til þess að umvefja þau. Láttu okkur komast að raunum að allt verði að lokum til góðs og sameina í anda sem unna í eilífu ríki þínu. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Og við skulum fara öll saman með bænina sem að Drottinn kenndi okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú vaka sér bárur í vestan blæ, að víði
sólin gengin og kvöldroðinn leikur land og sæ og legar á tindunum þögtum snæ og gillir hinni grænu engi en englar smáir með bros á brá í blásölum himins vaka og Guðs skýjum á þeir gýr slá og glaðkvikan hena söng ströndinni frá. Í einu þeir undir taka heyrið og vinur þann að sól svo huljúfan vakandi armana þakkandi hann talar við hjörtun sem hlær við blóm. Í fjarska er hlýtt, yfir fjöll, yfir dali. Hin friðsæla hlíðin ber vindurinn svali. Af himneskum kvöldklukku hljóm, af himneskum kvöldklukku hljóm. Þreytta sál, soð og rót, gefið þér Guðs hinn frið. Góðan nótt. Drottinn minn, gefðu dánum ró en hinum líkn sem að lifa. Við skulum rísa á fætur. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa.
Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.